Trúvillingar aldanna voru óalandi og óferjandi hópur fólks sem ögraði kerfinu, hristu upp í stóðum samfélagsins og ögraði kirkjuvaldinu. Hvað á að gera við svona fólk? Í gegnum tíðina hefur tíðkast að setja það út á jaðarinn, dæma það til dauða, brenna, hengja, hálsökkva. Og lítið hefur verið á þetta fólk sem hættulegt. Fólk sem stígur út fyrir viðurkenndar kenningar og dogmur kirkjunnar og samfélagsnorma. Því Guð forði okkur frá því að boða fyrirgefningu, frið, bæði ytri og innri. Já, eða hvað? Að hugsa sér að við gætum kannski haft aðgangað alheimsvaldinu í okkar innsta kjarna. Hvað ef trúvillingurinn er ekki sá sem hafnar Guði heldur sá sem horfir inn á við í sinn innsta kjarna? Í stað þess að biðja hitt eða þetta í bæninu út á við, fyrir hann inn í sig, leggur á djúpið, djúp sálar sinnar og hlustar á Guð tala til sín úr storminum. Kannski er trúvillingurinn sá sem hlustar á Guð í sínum innsta kjarna, jafnvel þegar skilaboðin stangast á við yfirvaldið, það er að segja ríkið, trúarstofnanir og kenningarnar. Okkar besti maður, Jesús, var af samtíma fólki sínu talinn trúvillingur. Hann mætti fram á sjónarsviðið inn í harðkjarna lögmálshyggju, kenningar Guð og trú sem voru bundnar í reglur og ótta. Og hann snýri öllu á hvolf, bókstaflega velti við borðum. Og þar sem aðrir töluðu Guð sem fjarlægan valdherra, opinberar hann Guð sem innra ljós, kærleika og lifandi nærveru. Hann tók trúna úr musturinu og færði hana út á göturnar, út í náttúruna, út í lífið sjálft, þar sem Guð andar í öllu sem er. Hann braut niður múra milli hins heilaga og hins veraldlega, milli prestdómsins og fólksins og sagði í raun, Guð er ekki í kerfinu, Guð er í þér. Og þess vegna var hann hættulegur. Ekki vegna þess að hann boðaði nýja trú, heldur vegna þess að hann vakti hina gömlu. Þá sem býr í hjarta manneskjunnar sem þorir að elska og óttast ekkert. Ég held að það sé óhætt að segja að hver einasta trúarhefð þurfi á trúvillinga að halda, til þess að halda sér lifandi og tengdri og kannski bara einfaldlega á tánum. Því það er kannski ekkert óeðlilegt við það að við manneskjurnar viljum festast í vana og þægindum. Og þegar við erum sest þar, þá er mjög einfalt að segja að þetta hefur alltaf verið svona. Þeir eru nú þó nokkrir trúvillingarnir í sögunni og könnumst kannski flest við Martin Luther, trúvilling sem vogaði sér að standa á móti kaþólsku kirkjunni fyrir rétt rúmum 500 árum síðan og var í kjölfarið bannfærður og yfirlýstur trúvillingur. Að hann skyldi voga sér að standa gegn ranglæti þessa tíma, aflátsbréfum og hvað þá að gefa út splunkunýja guðfræði, var hneyksli. Hann var á þeim tíma eins og ferskur andblær, vindur sem blés gegn harðnari yfirbyggingu kirkjunnar, en munu það að andinn blæs þar sem hann vill. Við viljum oft gleyma okkur í því að halda kenningar og dogmur og trúarjátningar séu óhagganlegur sannleikur, þegar raunin er sú að trúin er stórkostlega lifandi fyrirbæri. Alla daga, út allan heim, er fólk sem les eitthvað nýtt og fær nýjan lifandi innblástur frá ritningunum, sem segir okkur það að ekki bara trúin er lifandi heldur ritningin líka. Trúin er ekki fullmótuð, hún hefur aldrei verið það og mun aldrei verða það. Sama hvað okkar rökfasti, kassalega hugur vill, sama hvað við reynum að tróða andanum í box og skrifa hann í kenningar, þá bara fer hann þar sem hann vill. Að standa fast á trúarlegum kenningum er ekki langt frá lögmáli gyðinga sem Jesús sagðist ætla að uppfylla. Og ég er ekkert viss það að við myndum endilega öll taka Jesú vel í dag ef hann kæmi til þess að uppfylla kenningarnar. Hann var duglegur að koma fólki í valdastöðum í uppnám að tala gegn lögmálshyggjunni, ekki til að afnema lögmálið heldur uppfylla, sem þýddi að hann ætlaði að endurrisa tilgang þess, færa það frá steinurunnum orðum niður í hjartað, þangað sem Guð talar hið lifandi orð. Því lögmálið varð að verkfæri þess að stjórna fólki,
mælistika fyrir réttlæti, uppspretta skammar og ótta og ásökun gegn lífinu sjálfu, og þá er það orðið lögmálshyggja og orðið miklu mikilvægara en fólkið og er notað til þess að binda fólk. Og það er skondið að hugsa til þess hvað þetta er kunnuglegt í kristinni kirkju í dag. Lögmálshyggjan er í raun að sliga kristina, því manneskjan hefur tilhneigingu til þess að tróða öllu í dogmur og kenningar, reglur og lög sem verða bókstaflegar. En Jesús stóð gegn bókstafnum og vildi færa þetta allt í hjartað, sem þýðir að lögmálið er ekki lengur ytri reglur, heldur innri leiðsögn frá Guði. Lögmálið og spámannir hanga aðeins á 2 boðum, að elska Guð og elska náungann. Allt annað er túlkun á því, og túlka þá á langt gæti hafa orðið að lögmálshyggju. En það voru fleiri trúvillingar í sögunni sem fóru svipaða leið. Það er að segja að hlusta á Guð í kjarna sér. En guðfræðingurinn og dóminikaninn Meister Eckhart lét sannlega mest í sér heyra aldamótin 1300 og vogaði sér til að mynda að segja að Guð var ekki handan himinsins heldur í hjarta mannsins. Að Guð fæðist á hverjum degi í sál þess meðvitaða og við verðum að sleppa öllum hugmyndum Guð til að finna hann í raun. Fyrir þetta var hann dæmdur hættulegur villutrúamaður. En þarna sett hann fram hugmynd trú sem ekki þyrfti milligöngumann, heldur innri vakningu. Áhugavert er að hann fyllti kirkjurnar af fólki þar sem hann predikaði, bæði í Strasbourg, Köln og París. Og þrátt fyrir að vera dæmdur trúvillingur er hann einn þekktasti mystikur heims, bæði innan kirkju og utan. Svo var það Jóhanna Vörk, unglingsstúlka sem heyrði raddir himinsins og hafði hugrekki til þess að elta þær. Hún stóð upp gegn ríkjandi öflum, bæði veraldlegum og kirkjulegum, sagðist aðeins fylgja leiðsögn Guðs en ekki manna. Hún bar ljós innan með sér sem ekkert vald gat slökkt og fyrir það var hún dæmd trúvillingur og brennd lifandi aðeins 19 ára gömul. Hún var síðan hreinsuð af öllum ásökunum og tekin í tölu dýrlinga. Það sem stundur lítur út eins og uppreist getur því í raun verið djúp leiðsögn Guðs í gegnum manneskjuna. Teresa frá Avila og Jóhannes af Krossi voru einnig talin vera trúvillingar. Ekki vegna þess að þau höfnuðu kirkjunni eða trúnni. Ó nei, þau voguðu sér að leita á djúpið, meðal annars með íhugun, hugleiðslu og bæn. Teresa talaði Guð sem logandi eld í hjarta manneskjunnar og sagði að sál manneskjunnar var eins og kastali með mörgum herbergjum þar sem Guð býr í innsta kjarna. Jóhannes skrifaði myrkar nætur sálarinnar, þar sem öll ljós mannsins slokkna svo aðeins Guð sjálfur gat skinið. Fyrir þetta voru þau yfirheyrð, fangelsuð og tortryggð. Því þau voguðu sér að segja að Guð var ekki aðeins í ritningunni, heldur lifandi innra með manneskjunni, í hennar innsta kjarna. Í dag eru þau bæði talin heilög, en voru á þeim tíma talin hættuleg. Þau myndu heiminn á leiðin til Guðs liggur ekki reglur, kenningar og dogmur eða réttrúnað, heldur gegnum hjartað, elskuna og myrkrið þar sem við sanna ljós fæðist. En í dag eru þau bæði í dýrlingatölu og hafa fengið titilinn Doctor of the Church.